Nú klukkan 8:01 og við erum bara að fara að byrja fundinn. Og þessi fundur, þessi lestur fjallar eða ber yfirskriftina að elska sjálfan sig skilyrðislaust. Og í mínum huga þetta gríðarlega mikilvægt efni og eitthvað sem að ég þekki sjálf af eigin raun og hefur haft mjög mikil áhrif á mitt líf og mína líðan og mína heilsu. Og að því að við erum búin að vera með svona lækningaþema í lestrunum okkar og þá erum við svolítið að halda áfram með það og það elska sjálfan sig skilyrðislaust gríðarlega læknandi og mikilvægt skref í því að vera heilbrigður og líða vel og líka í okkar göngu með Guði. Og þegar við fyrir að ganga með Guði þá þetta skref eitt af þessum skrefum sem í rauninni eða ætti að vera og á að vera óhjákvæmilegt. Núna sé ég að fólk komið hérna inn á live bæði á TikTok og á Facebookinu. Svo erum við líka inn á Zoom fyrir þá sem að vilja koma inn í gegnum linkin. Ég heiti Sara Pálsdóttir og hérna hjá mér Einar Gautur, maðurinn minn, og við ætlum að tala það hvað Biblían og Guð segir að elska okkur skilyrðislaust og hvernig hún kennir okkur og hvernig við getum gert það. Og eins og margir hérna inni vita þá glímdi ég við mikið veikindi í mörg ár og það sem ég vissi ekki á þeim tíma, þetta var bæði fíknisjúkdómur og átröskun, kvíði, ofsakvíði, krónískir verkir í líkama. Ég á með króníska verki í baki, hálsi, herðum, kjálka hérna. Ég glímdi við mjög mikla síþreytu þar sem að ég vaknaði þreytt, ég var þreytt allan daginn og ég var ekki orðin 30 en samt var ég að bugast úr þreytu. Og á þessum tíma að þá var ekkert í mínum ytri aðstæðum sem gaf til kynna að ég ætti að vera svona veik. Ég var hætt að drekka og hætt að nota eiturlyf. Ég lifði heilbrigðum lífstíl að mér fannst, svaf reglulega, borðaði mjög hollan mat, borðaði rosa mikið grænmeti, mikið salat, hreyfði mig mikið, var alltaf að hamast í ræktinni og fara í fjallgöngur og fjall og mér fannst minn lífstíl vera rosalega heilbrigður og mér fannst og ég trúði því að ég var að gera allt rétt. En á sama tíma að þá var ég að bugast úr veikindum, bæði andlegum en svo líka líkamlegum og þau byrjuðu að fylgja meir og meir. Og ég man eftir því að ég var byrjuð að fá króníska verki hérna í bringuna og ég man stundum var ég að reyna að gera armbeygur og ég gat ekki gert armbeygur af því ég fekk svo rosalega verki og þá átti ég stundum bara erfitt með að hreyfa mig og stundum í einhverja daga á eftir og ég fann svona alveg yfirþyrmandi sársauka hérna og vanlíðan og á þessum tíma að þá var ég farin að óttast mjög mikið mitt eigið heilsufar. Velkomin þið sem að detta inn á fundi núna. Við erum aðeins byrjuð og ég að segja aðeins frá minni sögu. Ég ætla að fara þá leið að mjúta alla sem inn á fundinum en ef þið eru með spurningar eða viljið segja eitthvað þá megið bara endilega láta vita og það alveg sjálfsagt mál og svo eftir fundin ætlum við að hafa smá umræður. Og það sem ég áttaði mikið á því þegar ég var að horfa á minn lífstíl og segja hérna bara allt mjög gott mataræði, hreyfing, svefn, reglusöfum, ég drekk ekki, ég reyk ekki, var að ég var ekki að horfa á minn innri lífstíl. Hvað að gerast hérna innra með mér? Og það svolítið þetta sem við erum búin að vera að fara yfir í þessum lækningaseríum. Hverju trúi ég? Hvað ég að hugsa? Hvað ég að segja? Hvað krafturinn, orkan sem ég að framleiða og skapa innra með mér? Og ég að vinna daglega með fólki og alla daga sem að glíma við þessi krónísku neikvæð einkenni. Því að þegar ég fekk mitt frelsi sem að gerist rauninni bara þannig að ég byrja að stunda hugleiðslu með þeim ásetningi að fá bata og á þessum tíma var ég farin að trúa á Guð en ég var ekki búin að taka á móti Jesú Kristi. Það var svona Einars, hann var svona Jesú hoppari, það var ekki fyrir mig og í einni hugleiðslunni þá mætir Jesús mér og ég var að stunda hugleiðslu með þeim ásetningi að fá bata. Ég var með króníska verki í baki og ég var að hugsa ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu, ég er með heilbrigt baki, mér líður vel í bakinu og ég byrjaði að gera 5 mínútur á dag, alla daga og mér byrjaði að líða betur í bakinu
og ég fann fyrir létti og ég fann fyrir að þessi óbærslega þyngsli sem voru að léttast af mér og síðan í einni hugleiðslunni mætir Jesús mér og þá tek ég á móti honum og hann endurfæðir anda minn og í rauninni þá byrjar mín ganga með honum þar sem hann fyrir að sýna mér af hverju ég var svona veik og hverjar voru ræturnar. Og hann fór að sýna mér þetta mjög skýrt og hann fór að leiða mig í gegnum það ferðalag að lækna mig með því að sýna mér hverjar voru ræturnar og hvernig ég gat unnið með honum til þess að fá frelsi frá þessum rótum sem voru að gera mig svona veika. Og ein megin rótin af óheilbrigði, hvort sem það eru neikvæð einkenni eða bara andleg vanlíðan eins og kvíði, þunglyndi, depurð, streita, þreyta, þráhyggja eða krónískir verkir, það er þetta samband sem við eigum við okkur sjálf. Hvernig samband á ég við mig og það sem ég hafði ekki áttað mig á í öllum mínum veikindum var að ég hataði sjálfa mig og ég hataði líkama minn. Ég var búin að hafna sjálfum mér. Ég vantreysti sjálfum mér sem að var alltaf að búa til óöryggi og ótta innan með mér og ég vantreysti mínum eigin ákvörðunum. Ég leyfði mér ekki að vera ég sjálf. Ég hafði ekki leyfi til að vera ég sjálf. Ég átti að vera eitthvað annað en ég var. Ég átti að vera eitthvað önnur en ég var. Ég átti að vera eitthvað betri. Ég trúi því að ég var ekki nóg, ég var ekki að gera nóg og ég trúi því að ég var einskis virði og að mitt virði væri í rauninni lítið sem ekkert eða ekki neitt. Og í þessu sjálfshatri og þessu óheilbrigða sambandi við sjálfa mig þá keyrði ég mig áfram með grimmd og miskunnarleysi. Það sem að ég átti bara að gera allt sem ég var búin að segja að ég ætti að gera og ég átti að gera allt upp á 10. Og þarna kemur þessi fullkomnunarárátta inn sem að gera það verkum að við setjum óeðlilegar, ósanngjarnar og óraunhæfar kröfur á okkur sjálf sem að fyllir okkur af vanlíðan, kvíða og streitu af því að það er enginn sem getur risið undir þessu. Svo maður að reyna að gera allt eins og maður á að gera innan gæsalappa og uppfylla þessar kröfur, vera fullkomin, gera allt fullkomið, skara fram og standa sig og svo þegar það tekst ekki af því að það er ekki raunhæft eða það er ekki hægt að þá bara kemur maður kýldur niður. Og kemur niðurrif, neikvætt sjálfstal, ásakanir, sjálfsfordæming, ég er nú ómöguleg, ég er ekki að gera neitt rétt, mér tekst ekki neitt, ég er ljótur, feitur, feit, glötur, glataður, það getur hljómað alls konar. Og þetta er svona ákveðið form af sjálfsofbeldi, svona andlegu ofbeldi gagnvart sjálfum sér. Og þegar að við erum í ofbeldissambandi við okkur sjálf, þegar við elskum okkur ekki skilyrðislaust, og það þarf ekki einu svona að vera það alvarlegt að maður hati sjálfa sig. Það getur líka verið bara, jú, ég elska mig ef ég ger þetta. Ef ég lít svona út og ef ég teki þessi boxuna eða þessum árangri og það er skilyrtt ást. Það getur líka bara verið svona mjög óhófleg sjálfsgagnrýni. Það sem maður er alltaf einhvern veginn að benda á það sem að verður að bæta eða leiðrétta eða gera betur og ég þekki þetta mjög vel. Ég var alveg svona upp og ég var svona sjálf og ég er ennþá svolítið að vinna með þennan harða gagnrýnanda sem að blossa stundum ennþá upp. Og þegar að sambandi sem við eigum við okkur sjálf er með þessum hætti þá er það birtingarmynd fyrir það samband sem að við eigum við Guð og það mótast af því hverju trúum við hann og hvernig hann kemur fram við okkur. Og eins og ég búin að nefna svo oft í Jeremía og í orðskviðunum og víðsvegar í Biblíunni segir að lífið sjálft kemur úr hjartanu. Og orkan okkar og krafturinn okkar og lífið okkar og heilsan okkar og árangurinn okkar og fjölskyldun okkar, þetta er allt kraftur, máttur sem að kemur úr hjartan okkar og hjartað getur verið svikult í þeirri merkingu við vitum ekki hvað býr í hjartan okkar. Við áttum okkur ekki almennilega á því hverju trúi ég Guð. Trúi ég því að hann sé refsandi Guð? Trúi ég því að hann sé illur? Trúi ég því að í honum sé myrkur eða hann meiði? Og það er fullt af fólki þarna úti sem að óttast Guð, ekki þá í þeirri merkingu, þessi heilbrigði Guðs ótti heldur virkilega er bara hrætt við Guð og er jafnvel að flýja undan honum
eða forðast hann. Þannig að það er það sem við erum að skoða og það er það sem við erum að biðja Guð að lækna innan með okkur og leiðrétta þegar við erum að nota bænina í þessum lestrum og líka að hugleiða orðið. Og notum hugleiðsluna og bænina. Og vísindin hafa sýnt fram á það og það er eitthvað sem að Biblían staðfestir er að allt er orka eða kraftur eða máttur. Það fer eftir hvað orð þú vilt nota, ég nota orðið orka eða kraftur. Og hatur og niðurrif og ásakanir og höfnun og fordæming er ein svona tegund af orku eða krafti sem er mjög, mjög neikvæð. Og þetta er orka sem kemur frá myrkrinu, þetta kemur ekki frá ljósinu, ekki frá Guði, af því að Guð er ljósið og í honum er ekkert myrkur. Og þetta er bara myrkur og stundum erum við búin að festast í þessu myrkri út af því hvernig við erum að koma fram við okkur sjálf. Og það er það sem að allir sem eru hérna inni í dag ætla að stíga út úr og allir sem eru hérna inni á þessum fundi í dag verða farnir að elska sjálfan sig skilyrðislaust og trúa því að Guð elski viðkomandi skilyrðislaust eftir þennan lestur og eftir hugleiðsluna og bænina. Og eitt af því sem að ég er að hjálpa fólk að gera er það sama og Jesús leiddi mig í gegnum til þess að öðlast lækninguna sem að ég öðlaðist. Það var að ég þurfti að laga sambandi mitt við mig. Og í því felst að elska mig skilyrðislaust eins og ég er. Og það þýðir að mín elska fer ekki eftir því hvað ég afreka, hvað ég geri, hvað árangur ég næ, hvernig ég lít út, hvernig aðstæður mínar eru. Þessi ást er skilyrðislaus. Og það þýðir að ég elska mig, jafnvel þótt ég liggi eins og haugur upp í sófa og horfa á Netflix og úði mig í sælgæti. Það þýðir að ég elska mig, jafnvel þótt að ég sé þreytt eða mér líður illa. Það þýðir að ég elska mig bara nákvæmlega eins og ekki þegar ég er búin að ná þessum árangri, þegar ég er búin að afreka þetta, þegar ég er búin að breyta þessu, heldur bara nákvæmlega eins og ég er núna. Og stundum er það þannig að við erum búin að vera í stríði við okkur sjálf, við líkamann okkar. Og það skapast togstreita og ágreiningur og ófriður innra með okkur. Og ég man ennþá eftir augnablikinu, það var einmitt í þessum lesturum þegar Einar var að predika lausnamanninn. Og við vorum að íhuga orðið og biðja og vorum að biðja Jesús sem í þessum hlutverki sem lausnamaðurinn að gefa okkur tilbaka það sem hafði verið tekið frá okkur og ég fann svo skýrt og ég sá svo skýrt að Jesús kom og hann setti frið í hjarta mitt. Og það var í fyrsta skipti á ævinni sem ég upplifði frið í hjartanu og ég vissi ekki að hjartafriðurinn minn hafði verið tekinn frá mér. Ég vissi ekki, ég hafði ekki haft hann en ég hafði lifað í miklum ófriði í gegnum alla mína ævi. Og hluti af þessu heilbrigða sambandi við sjálfan sig, það er að semja frið við okkur sjálf og vera sátt við okkur eins og við erum. Og við trúum því að við séum eins og við eigum að vera núna og við megum vera eins og við erum. Og þegar að við byggjum upp þetta samband við okkur sjálf, það kemur sátt og friður og kærleikur og samþykki innra með okkur sem gerir það verkum að okkur lífi vel í eigin skinni. Og hluti af því líka er að við verðum að stoppa allt sjálfsofbeldi sem felst í því að lúskra okkur sjálfum, að brjóta okkur niður, að rífa okkur niður eða dæma okkur eða ásaka okkur eða hugsa eða segja neikvæða og óheilbrigða og ljóta hluti við okkur sjálf og það er það sem og fara að byggja okkur upp á jákvæðan heilbrigða máta í staðinn. Og það segir í Biblíunni við eigum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krists. Og við ætlum að fara nánar í þetta eftir og ég ætla að kenna ykkur mjög öfluga æfingu sem að ég notaði sjálf mjög mikið og nota ennþá í dag til að breyta mínu sambandi við mig og til þess að byrja að byggja mig upp í staðinn fyrir að rífa mig niður. Og ég man eftir á einu augnabliki þegar ég var í bæn með Jesú og Jesú hann sýndi mér. Hann sýndi mér að í gegnum mína ævi hafði ég verið
minn eigin versti óvinur. Djöfullinn þurfti ekki einu svona að lúskra á mér, af því að ég sá um það sjálf fyrir hann. Og ég hafði verið vond við sjálfa mig, ósanngjörn, kröfuhörð og grimm, og ég hafði beitt sjálfa mig þessu andlega ofbeldi. Og ég man að ég horfði upp á þetta og ég fekk svona sting í hjartað. Ég hafði líka alltaf séð mig í svona skökku neikvæðu röngu ljósi. Ég hafði ekki verið að sjá mig eins og Guð sér mig, fjarri því, og síðan dæmdi ég mig fyrir það og ásakaði mig fyrir það. Og ég áttaði mig á því að þetta var blekking og þetta var lygi og þetta var ekki það sem var satt og rétt um mig. Og á þessu augnabliki þá fann ég í hjartanu þessa einlægu þrá til þess að breyta þessu. Og ég sagði við sjálfa mig, ég ætla að verða mín eigin vinkona. Ég ætla að standa með sjálfum mér og ég ætla að elska sjálfa mig. Og Jesús leiddi mig í gegnum það ferðalag, þetta elska ég mig eins og ég er. Og eins og ég hef sagt svo oft áður, þetta er ekki fullkomið og Guð gengur með okkur og við vinnum saman og hann hjálpar okkur og hann umbreytir okkur, en trú án verka er dauð. Þannig að þegar við erum að ganga með Guði, þá er hann líka að segja, þetta er vinnan sem að þú þarft að vinna. Þetta er það sem við þurfum að gera. Þannig að það er ekki bara hann sem gerir allt, við gerum þetta saman. Að elska sjálfan sig og aðra skilyrðislaust. Jesús kom og hann gaf okkur nýtt boðorð, og í Jóhannesar Guðspjalli 13. kafla 34. til 35. versi segir Jesús, nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hvert annað, eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hvert annað. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Og þarna er Jesús að gefa okkur nýtt boðorð að við eigum að elska hvort annað. Og hvernig getum við elskað annað fólk ef við elskum ekki okkur sjálf? Og hvernig gæti það verið að Guð segi að þú ert að elska annað fólk en ekki sjálfa þig? Í augum Guðs erum við öll jafn dýrmæt og verðmæt og mikilvæg. Og það felst í þessu boðorði að við eigum að elska okkur sjálf líka, eins og við erum, eins og við elskum náungan. Í fyrri Samúelsbók 18. kafla, þar er frásögn af Davíð og Jónatan. Og það var svona mjög náið, svona kærleiksríkt bræðra vináttu samband á milli Davíðs og Jónatans. Og það segir í fyrsta versi hérna, þegar samtali Davíðs og Sáls lauk, vingaðist Jónatan við Davíð. Jónatan elskaði hann eins og sjálfan sig. Svo segir í þriðja versi, Jónatan gerði sáttmála við Davíð af því að hann elskaði hann eins og sjálfan sig. Jónatan tók af sér yfirhöfnina sem hann bar og gaf Davíð hana. Hann gaf honum einnig herklæði sín, jafnvel sverð sitt, boga og belti. Og í grísku þá eru mörg orð yfir kærleika og það eru margar svona mismunandi tegundir af kærleika, og þarna í þessum versum er verið að tala um þennan bræðrakærleika. Síðan er til svona rómantískur kærleiki eða rómantísk ást, og síðan er líka til agape kærleikur eða agape ást, og það er þessi skilyrðislausi kærleikur sem Guð ber til okkar. Og við erum börnin hans og Guð er kærleikur og hann elskar okkur skilyrðislaust, og þegar hann horfir á okkur þá sér hann börnin sín. Og bara þið sem eru hérna inni, þið sem eigi börn eða áttuð einu svona lítið börn, og þegar þið horfið á börnin ykkar, hvernig myndi ykkur líða ef að ykkar barn myndi hafna sjálfur sér eða hata sig eða rífa sig niður eða hafa ekki trú á sér eða vantreysta sjálfum sér eða segja eða hugsa ljóta neikvæða niðrandi hluti um sig? Okkur myndi sárna, er það ekki? Við myndum vera leið og döpur og við myndum ekki vilja það, af því að það er sárt og það er vont, og það er nákvæmlega þannig og örugglega miklu dýpra og stærra sem að Guð sér þegar hann horfir á okkur, við sem erum hans börn, honum sárnar.
Og við eigum líka að heiðra föður okkar á himnum með því að elska okkur sjálf skilyrðislaust, með því að koma fram við okkur sjálf af virðingu, af gæsku, af kærleika, af miskunn, af mildi, alveg svo föðurinn gerir gagnvart okkur. Var það þriðja byrjunum við, kærleikurinn mestur. Þetta er fyrsta Korinthubréfi, já. Í fyrsta Korinthubréfi, 13. kafla, það er talað um kærleikann og það er talað um að kærleikurinn sé mestur. Og kærleikur er orka eða kraftur eða máttur. Og þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og framseldi líkama minn til þess að vera brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki og er ekki langrækinn. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok. Og svo segir hérna, en nú í 13. versi, en nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Kærleikurinn er mestur og þetta er svo mikilvægt og kærleikur Guðs er stórkostlegur kraftur. Og ástæðan fyrir því að það gerist að við elskum okkur ekki skilyrðislaust og við eigum svona óheilbrigt samband við okkur sjálf, rótin þar er að við þekkjum ekki Guð eins og hann er. Við höfum kannski heyrt þetta, við höfum heyrt að Guð er kærleikur og hann elskar, en trúum við því raunverulega inn í hjartan okkar að hann elski okkur skilyrðislaust eins og við erum. Að hann sé miskunnsamur, að hann sé friður. Það er eitt að vita og það er annað að trúa og það sem við trúum, það er það sem að ræður. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4. kafla, þar er talað um kærleika Guðs og það segir í 7. versi, þið elskuðu, elskum hvert annað því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Hver sem elskar þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skyldi veita okkur nýtt líf. Og svo segir henni í 10. versi, þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu. Fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Og þá svo segir hérna, ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Og hann hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann er í okkur. Og við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi og endurfæðist, við höfum anda frá Guði. Og það er sama DNA í Guði og í andanum okkar og Guð er kærleikur, þannig að kærleikurinn er í okkur. Og svo segir hérna í 16. versi, við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Og svo segir hérna, ótti er ekki í elskunni, fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin býst við hegningu en sá sem óttast ekki er fullkomin í elskunni. Og þarna er Guð að segja okkur að ef við trúum því að Guð sé refsandi Guð,
að þá skapast ótti innra með okkur. Og það er svo mikilvægt að leiðrétta þessa trú hann. Hann er elskandi Guð, hann er elskandi faðir og þá fáum við frelsi frá óttanum. Og hérna segir í 19. versi, og þetta er svolítið mikilvægt hérna, við elskum því að Guð elskaði okkar að fyrra bragði. Ef einhver segir ég elska Guð en hata trúsystkini sín, er sá lygari, því að sá sem elskar ekki bróður sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Og þarna er verið að segja að ef við segjum, jú ég elska Guð, en svo horfum við á bróður eða systur eða annað fólk og við finnum hatur eða fyrirlitningu eða fordæmingu gagnvart þeim, að þá erum við ekki, þá er Guð ekki að segja, já þú ert bara lygari, þá er það ekki rétt að við elskum Guð, af því að við erum ekki búin að taka á móti kærleikanum hans. Við trúum ekki hjartan hann elska okkur skilyrðislaust, af því ef við trúum því, þá elskum við okkur sjálf skilyrðislaust og þá elskum við líka trúsystkini okkar skilyrðislaust. Þannig að þetta kemur ofanfrá, við erum sköpuð í Guðsmynd. Þannig að þegar við erum að byggja upp okkar heilbrigða samband við okkur sjálf, þá snýst það í grunninn svo rosalega mikið líka hvaða samband eigum við Guð og hverju trúum við Guð og hvernig hann kemur fram við okkur. Er það að fylgja mér? Er það að skilja hvað ég er að fara? Ok. Og það er mikilvægt að þegar við vinnum þessa vinnu með Guði, eins og ég hef sagt áður, við erum ekki að dæma okkur, við erum ekki að ásaka okkur, ef við sjáum eitthvað innan með okkur, heldur erum við þakklátt fyrir að Guð er og opinbera fyrir okkur af því að hann læknar okkur og hann lagar þetta innan með okkur. Og í Jesaja 54:10 segir í 10. versi, því að þótt að fjöllin bifist og hæðirnar haggist, mun kærleikur minn til þín ekki bifast og friðarsáttmáli minn ekki haggast, segir Drottinn sem miskunnar þér. Og þegar Guð er búinn að segja, ég elska þig með ævarandi, skilyrðislausum kærleika, ég er búinn að gera friðarsáttmála við þig, mitt barn, hver erum við þá að ekki elska okkur sjálf skilyrðislaust? Hver erum við þá að ekki gera friðarsáttmála við okkur sjálf svo við getum lifað í friði? Og þetta er rosalega mikilvægt atriði stundum að bara setjast niður með sjálfum sér og bara, hvernig líður þér? Er eitthvað sem ég get gert fyrir þig? Hef ég hlustað á þig? Hef ég talað við þig? Þú veist, er ég búin að horfa á þig? Sé ég þig? Ertu séð? Ertu séður? Að eiga bara heilbrigt samband við sjálfan sig, alveg svo þegar við erum að eiga heilbrigt samtöl við okkar nánustu. Þú veist, hvernig líður þér? Er eitthvað sem ég get gert fyrir þig? Og þetta er það sem að kærleikurinn snýst Og svona tala Guð til okkar. Og það er mikilvægt að við æfum okkur í að hlusta á hann líka. Og varðandi það, hvernig við komum fram við okkur sjálf og hvernig við tölum til okkar og hvaða hugsanir við hugsum til okkar sjálfs. Þetta er svo mikið lykilatriði til þess að við séum að skapa ljós og kærleika og frið innan með okkur en ekki ófrið og myrkur og ásakanir og niðurrif. Og það segir í Kólossusbréfinu í 3. kafla, 8. versi: en nú skuluð þið segja skilið við allt þetta, reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svívirðilegt orðbragð. Það er svívirðilegt orðbragð að beita sjálfan sig andlegu ofbeldi og niðurrifi. Það er það. Það er lastmæli gegn okkur sjálfum og það sama á við líkamann okkar. Líkami okkar er gjöf frá Guði og musteri Guðs. Guð sjálfur býr í líkamanum okkar. Og þegar við erum að hugsa að segja ég er með ónýtt bak, eða ég er með ógeðslegan líkama, eða líkaminn minn er að bregðast mér, eða líkaminn minn er svona hinsegin, þá erum við að bölvunum og við erum að lastmælunum og við erum að viðhafa svívirðilegt orðbragð
okkar eigin líkama og við eigum að tala líf og hugsa líf inn í líkamann okkar. Og sömuleiðis eins og við eigum að elska okkur sjálf, þá eigum við líka að elska líkamann okkar. Líkamann okkar er lifandi og þegar að við sendum okkar líkama ást og kærleika og traust og trú og frið, þá fyllist líkaminn af þessum krafti og honum líður vel. En ef við erum að horfa í spegilinn og við erum aldrei ánað og við erum að keyra líkamann okkar áfram með svipu í ræktinni og við erum að fara dag eftir dag og ár eftir ár og hann er aldrei nógu góður, nógu flottur og við erum ekki ánað með hann, þá fyllist hann af þessari neikvæðu orku og hann líður illa. Og þá geta komið alls konar, meltingartruflanir, verkir, vöðvabólga, þreyta. Við heiðrum Guð með því að elska okkur sjálf. Amen. Með því að sýna sjálfum okkar mýkt og mildi og kærleika og gæsku og umburðarlyndi og þolinmæði. Þolinmæði. Með því að hugsa og segja eingöngu það sem er heilbrigt og fallegt og gott okkur sjálf, líkamann okkar. Alveg eins og Guð sjálfur talar til okkar. Hann myndi aldrei viðhafa svívirlegt orðbragð okkur og þegar Guð horfir á okkur þá sér hann það fallega og það góða. Hann sér ljósið í okkur, hann sér Jesús í okkur. Og það er svo mikilvægt að við biðjum til Guðs, hjálpaðu mér að sjá mig eins og þú sér mig. Og þá er ég ekki að segja að við höfum eitthvað fókus á okkur sjálf eða hafa okkur efst. Guð er alltaf efst í hjartan okkar. En við þurfum að lifa með sjálfum okkur. Við getum ekki flúið undan sjálfum okkur. Mjög oft erum við búin að koma þannig fram við okkur að við erum að flýja undan okkur sjálfum og þá kemur flótti og þá kemur fíkn. Og við byrjum að deyfa sársaukann og við byrjum að nota mat eða áfengi eða eiturlyf eða óæskilega hegðun eins og kynlíf eða að kaupa rosalega mikið til þess að deyfa þessa vanlíðan og þennan sársauka sem myndast innan með okkur þegar þetta samband sem við eigum okkur sjálf er svona óheilbrigt og þegar við komum svona illa fram á okkur sjálf og það særir Guð. Við getum ekki einu sinni með okkar mannlegu hugsunum gert okkur í hugalund hversu mikið hann elskar okkur og hann vill allt fyrir okkur gera. Og svo segir hérna áfram í Kólossebréfinu, ljúgið ekki hvert að öðru, því að þið hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja sem Guð er að skapa að nýju í sinni mynd, til að þið fáið gjörþekkt hann. Og þetta er kunnulegt stef í gegnum alla Biblíuna að þekkja Guð. Þannig að þegar að við erum að lastmæla sjálfum okkur eða líkamannum okkar, þá erum við ekki að tala sannleika og Guð er sannleikur. Og myrkrið er lygi og blekking. Og það er mjög mikilvægt að við séum ekki að tala það út eða hugsa það. Og hér segir íklæðist því eins og Guðs útvalin heilög og elskuð börn. Heilög og elskuð börn. Útvalin af Guði. Íklæðist hjartagróinni með aumkun, góðvild, auðmýkt, hógværð og langlindi, umbyrði hvert annað og fyrirgefi hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Ef við höfum gert eitthvað rangt, eða ef við höfum ekki gert neitt rangt en við ásökum okkur að hafa gert eitthvað rangt, þá eigum við að fyrirgefa okkur. Við eigum að fyrirgefa okkur og sýna okkur góðvild. Guð hefur fyrirgefa okkur, við eigum að fyrirgefa sjálfum okkur. Það er mjög mikilvægt bataskref og lækningaskref að fyrirgefa sjálfum sér og nota fyrirgefninguna daglega, líka þótt að sé eitthvað lítið. Og það er mjög algeng vantrú að hjá fólki, og ég trúi þessu eins og sjálf líka, er að það trúir því bara í hjarta sína að það sé sekt, að það hafi gert eitthvað rangt. Og það er bara með krónískt samviskubit eða króníska sektarkennd og kemur tíminn í alltaf með samviskubit eða alltaf með sektarkennd, mér líður alltaf sem ég hafi gert eitthvað rangt og það er bara því að þú trúir því í hjartanin að þú hafi gert eitthvað rangt, sért ranglátur. Og það er hluti af þessu sem Guð er að kenna okkur í gegnum Biblíuna, hvernig við þurfum að hreinsa þetta út úr hjartanu. Guð segir við erum réttlát og við erum sýknuð, sem þýðir að við erum saklaus.
Hann er búinn að afmá allt það ranga sem við gerðum. En til þess að upplifa það, þá þurfum við að trúa því í hjartanu. Og svo segir hérna, eins og Drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skuluð þið og gera. En íklæðist yfir allt þetta, elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Það er eitthvað í kærleikanum, í elskunni sem er svo miklu, miklu starra og máttugri heldur en við getum gert okkur einu sinni hugalindi um. Af hverju er kærleikurinn fremstur, mestur? Af hverju er Guð að tala um þetta aftur og aftur og aftur og aftur? Það er eitthvað í þessu, við þurfum að spá í þessu og við þurfum að íhuga þetta og hugleiða þetta og við ætlum að gera það núna. Þannig að hvernig komum við fram á okkur sjálf? Við elskum okkur skilyrðislaust. Við komum fram af kærleika og í kærleikunum felst fyrirgefning. Við fyrirgefum okkur. Mér er alveg sama hvað við höfum gert, hvað við höfum sagt, hvernig fortíðin okkar er. Við fyrirgefum okkur sjálfum. Við komum fram við okkur sjálf af mýkt og mildi. Ekki hörku, ekki keyra okkur áfram með svipuna. Við gefum okkur leyfi til að vera eins og við erum, þar sem við erum. Við gefum okkur leyfi til að líða eins og okkur líður. Við lifum í sátt við okkur sjálf og í friði við okkur sjálf. Við sýnum okkur umburðarlyndi, góðvild, við byggjum okkur upp á jákvæðan og heilbrigðan máta. Í þessu felst að hugsa og segja það sem er jákvætt og heilbrigt okkur sjálf. Við trúum því sem er heilbrigt og fallegt okkur sjálf, alveg svo Guð trúir okkur. Við erum sköpuð í hans mynd. Guð er ekki trúa því í sínu hjarta að hann sé ekki nóg. Eða hann sé ekki verðugur. Hann er verðugur og hann trúir því og við erum líka verðug. Það er það sem hann trúir okkur og þess vegna við að trúa því okkur sjálf líka. Er það að fylgja mér? Hann trúir því ekki hjartanu sínu að hann sé ekki að gera nóg. Af því að sú trú er skortstrú og Guð er allsnægtur. Guð er meira yfirflæðandi, meira nóg af öllu þessu jákvæða, heilbrigða, fallega og stórkostlega. Og það er svo mikilvægt að þegar við stígum inn í þetta að byggja upp með Guði, þetta heilbrigða samband við okkur sjálf, þetta heilbrigða samband við Guð, er að við komum fram líka við náungan eins og við komum fram við okkur sjálf. Og það kom mér svolítið á óvart þegar ég fór að vinna þessa vinnu með Guði að stundum átti ég erfiðara eftir ég var búin að stíga þetta skref að elska mig að sýna náunganum þessa nærgætni, þessa virðingu, þessa mýkt og þetta mildi, er að skilja mig. En með æfingunni, með því að taka ákvörðun frá hjartanu, með að nota bænina, þá kemur þetta smátt og smátt. Og stundum gerist þetta bara frekar fljótt þegar við setjum svolítið fókusin á þetta. Og auðvitað er þetta margir mismunandi angar, það að segja friðurinn, kærleikurinn, samþykkið, viðurkenningin, þú veist að samþykkja sjálfan sig, viðurkenna sjálfan sig eins og maður er, en við ætlum svolítið að fara í gegnum þetta í bæninni og hugleiðslunni. Þannig að númer 1, 2 og 3, það er það sem við getum byrjað að gera strax, það er að þjálfa hugarfarið. Að hugsa og segja eingöngu það sem er jákvætt, heilbrigt og fallegt. Þannig að ef að við skynjum, sem að getur alveg gerst og gerist oft, að við dettum inn í neikvætt sjálfsnyrið eða gagnvart líkamannum, sjálfsfordæmingu, sjálfsásakanir, að þá þurfum við að ýta á stopptakkann og stoppa þessar hugsanir strax. Og við fyrirgefum þessu, við afhendum þetta til Jesú Krist. Við segjum bara, Jesús, ég ætla að afhenda þér þessar hugsanir, ég ætla að afhenda þér þetta niðurrif, ég bið að taka þetta frá mér í Jesú nafni. Þannig að það er að ýta á stopptakkann og fyrirgefa til að stoppa hugsanirnar, því fyrr sem við grípum inn í þetta því betra. Þegar við fyrirgefum og afhendum til Guðs, þá erum við að losa út alla þennan neikvæða kraft sem er í þessum hugsunum og við setjum inn nýja hugsun.
Og það yfirleitt þveröfugt við það neikvæða sem við erum að hugsa. Þannig að ef það kemur upp hugsun, ó ég er svo heimsk, eða ó ég er svo heimskur, þá segir við, vá hvað ég er klár, eða vá hvað ég er skýr. Ef það kemur neikvæð hugsun með líkamann, þá snúum þessu við sigurum illt með góðu, segir í Biblíunni. Og við segjum að jákvæða heilbrigða. Ef við segjum ég geti þetta ekki, þá segjum við ég geti þetta. Af því að Guð er með mér og Guð getur allt. Eða bara ég geti þetta. Ef við hugsaum ég er svo þreytt, ég er svo þreyttur, ég er orkumikil, ég er kraftmikil. Ég er veik, ég er veikur, ég er sjúkur, ég er heilbrigð, ég er heilbrigður. Guð er okkar heilbrigði. Og við eigum að tala heilbrigði og líf inn í okkar líf og inn í okkar orku. Þannig að við snúum þessu neikvæða við og við setjum þetta jákvæða, þetta heilbrigða inn. Og þegar við byrjum að tala þetta út og hugsa þetta og breyta þessu hugafari, þá umbreytum við því hvernig okkur líður. Af því að hugsanir okkar eru máttugar og það er kraftur og það er orka í þeim og það er hafa bein áhrif á tilfinningar okkar, á líðan okkar, á heilsun okkar, á líkamann okkar. Og þegar við erum orðin stíf og stjörf og við erum með þrýsting og þyngsli, þá er það bara merki þessa neikvæða orku sem er búin að safnast fyrir innra með okkur, sem eru bara þessar hugsanir og það sem við erum að tala út. Og það er mjög gott að velja sér bara svona, þú veist, bara svona go to, svona möntru, ég er sterk, ég er heilbrigð, ég er frjáls, mér líður vel í eigin skinni. Og nota hana aftur og aftur og aftur og bæta síðan við og stækka þetta. Og því meiri kraft sem við setjum inn í þetta, því meiri umbreyting verður innra með okkur. Ok, er allir með þetta á hreinu? Er eitthvað spurningar þetta tiltekna atriði? Þið getið kommentað í grúppunni ef þið eru þar eða inn á TikTokinu. Það er líka hægt að skrifa spurningar inn í tjattið. Við ætlum að fara núna í bæn og við ætlum að huglega orðið og við ætlum að velja og taka ákvörðun frá hjartanu og trúa því að Guð elski okkur skilyrðislaust. Já, og við ætlum að taka ákvörðun það að fyrirgefa sjálfum okkur og taka ákvörðun frá hjartanum að elska okkur eins og við erum og við ætlum að biðja Guð að sýna okkur hvernig hann sér okkur og við ætlum síðan að trúa því og við ætlum að velja það að sjá okkur sjálf eins og hann sér okkur og síðan ætlum við bara að biðja Guð að gefa okkur sjálfsmynd sem að hann skapaði. Af því að stundum er sjálfsmyndin okkar orðin eitthvað skökk eða brotin. Það er ekki sjálfsmyndin sem Guð hefur gefið okkur. Þannig að við ætlum að fá Guð til að lækna sjálfsmyndin okkar og biðja hann að gefa okkur sjálfsmynd þannig að við þurfum að sjá okkur sjálf með þeim augum sem hann sér okkur. Þannig að þá ætlum við að fara í hugleiðsluna og bænina og ég ætla bara að bjóða ykkur að koma ykkur þægilega fyrir. Ég ætla að dimma þetta aðeins, bara svona. Já, Drottinn, ég bara legg þessa bæn og þessa hugleiðslu í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að þú stýrir þessu. Ég þakka þér fyrir að hvert og eitt okkar hér inni er í þínum höndum og ég þakka þér fyrir að það gerist eingöngu það sem að er í samræmi við þinn vilja, Drottinn Jesús, og samkvæmt þínum vilja. Í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér bara að draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá finnur að þú ert þegar búin að loka augunum og þú finnur hvernig það kemur friður og slökun og veljan yfir þig. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú setur full vissu inn í hjarta okkar, full vissu þig. Full vissu að þú ert læknirinn okkar, að þú hefur alltaf verið og þú munt alltaf verða. Og mér langar til þess að biðja þig núna að ímynda þér að þú standi fyrir framan sjálfa þig. Og bara ætla að biðja að sjá fyrir þér í huganum sjálfa þig eins og ert í dag sem fullorðin manneskja. Ég ætla að biðja að horfa á þessa mannesku, tengja þig við hana
tengja þig við tilfinningar hennar. Og bara skoða hvernig líður þér. Hvaða tilfinningum finnur þessi manneskja fyrir. Og svo langar mig til þess að biðja að spyrja sjálfa þig, hvernig hefur þú komið fram við þessa mannesku? Hvernig hefur þér liðið gagnvart henni? Hefur þú komið vel fram, elskað hana skilyrðislaust, leyft henni að vera hún sjálf? Hugsað og sagt fallega og hlýja hluti til þessara mannesku? Eða hefur þú kannski komið illa fram? Hugsaði sagt neikvæða hluti þessa mannesku, kannski verið hörð eða harður eða óvæginn. Hvernig sem það er, þá ætla ég að biðja að ímynda þér að þú bara takir utan þessa mannesku og segir fyrirgefðu. Fyrirgefðu hvernig ég hef komið stundum fram. Ég fyrirgef þér. Ég elska eins og ert og skilyrðislaust í Jesú nafni. Og ég hef trú á þér og ég treysti þér. Þú ert verðug og dýrmæt manneskja. Og ég ætla að koma fram við þig af mýkt og mildi, þolinmæði, umburðarlyndi, gæsku. Ég stend með þér og ég er með þér í liði. Og ég ætla bara að vera þín besta vinkona, þinn besti vinur. Og framvegis ætla ég að sjá þig með sama hætti og Guð sér þig. Það fallega, það góða og það heilbrigða. Og síðan ætla ég að biðja að ímynda þér að þú sjáir fyrir þér ljós. Ljósi sem kemur frá Guði. Og það er svona skært og bjart og skínandi. Ég ætla að biðja að segja Drottinn. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér mig. Líkamann minn. Sálina mína. Hjarta mitt. Allt sem ég trúi og allt sem ég segi og allt sem ég hugsa. Ég afhendi þér kærleika minn. Alla mína fortíð. Í Jesú nafni lyfti ég þessu upp til þín. Inn í ljósið þitt. Taktu við mér eins og ég er. Í Jesú nafni, læknaði mig, hreinsaði hjarta mitt og hjálpaði mér að ganga ávallt þinn veg. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að lifa og ganga í þínu ljósi, í þínum kærleika. Alltaf. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanum að trúa því að þú sért kærleikur og að þú elskir mig skilyrðislaust eins og ég er núna.
Og í Jesú nafni þá opna ég hjarta mitt og ég tek á móti þínum skilyrðislausa kærleika og þinni skilyrðislausu ást núna í Jesú nafni. Og það kemur svo mikið léttir þegar Guð læknar okkur. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því Drottinn að þú sért búin að gera friðarsáttmála við mig. Á milli okkar ríkir friður. Þú ert sáttur við mig eins og ég er. Sem þýðir að ég er sáttur við mig eins og ég er núna. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú gefur mér leyfi til að vera eins og ég er. Það sem ég er og ég sjálf skilyrðislaust. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanum að trúa því að þú, Drottinn, ert mitt virði. Þú, Drottinn, ert mitt heilbrigði og þú, Jesús, ert minn kærleikur. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að festa rætur mínar í þig, Drottinn, og þitt ljós og þinn kærleika. Ég er rótföst í þér. Ég lifi í þér og þú í mér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska sjálfa mig skilyrðislaust og að elska náungan skilyrðislaust. Hjálpaðu mér að elska annað fólk skilyrðislaust, Drottinn. Eða er ekki nema bara fyrir þá ástæðu að þetta eru allt þín börn sem að þú elskar óendanlega. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér, Drottinn, sjálfsmyndina mína. Sjálfsáliti mitt, sjálfstrausti mitt og sjálfsöryggi mitt. Ég bið að taka við þessu, Drottinn, og ég bið að gefa mér þitt í staðinn. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér sýn. Að þú sýnir mér hvernig þú sérð mig og ég ætla að sjá það núna. Ég ætla að finna fyrir því. Og það er fallegt og það er gott og það er satt af því að þú ert sannleikur. Þú ert sannleikurinn. Og ég set þessa sjálfsmynd sem þú hefur gefið mér inn í hjarta mitt og ég vel að trúa henni. Ég vel að trúa henni af öllu mínu hjarta. Og
Ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú byggir mig upp. Að þú trúir, hugsar og segir eingöngu það sem er jákvætt og heilbrigt og fallegt mig. Og ég ætla að velja að gera það sama. Já, Drottinn Faðir, ég þakka þér fyrir alla sem eru hérna inni. Ég þakka þér fyrir að þú ert hérna í anda þínum og það er andi lækningar og kærleika og friðar hérna yfir og ég þakka þér fyrir að þú leggur hendur þínar yfir sérhvert og eitt okkar hérna. Í Jesú nafni þá læknaru, í Jesú nafni þá leysuru og í Jesú nafni þá hreinsaru. Við trúum á þig, við treystum á þig og við leggjum allt okkar traust á þig og við leggjum all okkar von á þig af því að þú ert vonin okkar og þú ert lífið okkar og þú ert efst í hjartan okkar. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að hvílast í þér. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að þú leggst í ljósi hans Guðs. Guð er hvíld og þú leyfir þér að leggjast í hvíldina hans og hvíla þig. Og það kemur hvíld inn í hjartað þitt og það kemur hvíld inn í sálina þína og líkamann þinn og hugsanir þínar og alla partana þína. Og það kemur léttir. Og hvíld Guðs er stórkostlegur máttur kraftur sem að eyðir allri streitu, allri þreytu, öllu álagi. Það bara líður úr þér núna. Og Guð er búinn að gefa þér hvíld inn í hjartað sem þýðir að sama hvað þú ert að gera, hvort sem þú ert að vinna með margabolt á lofti, þú hvílist á meðan. Þú starfar í hvíld, þú vinnur í hvíld, þú lifir í hvíld. Af því að þinn kraftur, þín orka er sjálfur Guð almáttugur. Takk, Jesús. Ég ætla að biðja þér að bara fylla hjartað þetta þakklæti til hans. Og gefa honum leyfi til að vinna í þér og þínu hjarta. Og þú finnur að það kemur gleði. Og friður. Þú finnur að Guð er búinn að vinna magnað verk innan með þér einn í kvöld. Og hann mun halda áfram. Mjög gott þegar þú ert tilbúin, máttu bara draga djúpt inn andan aftur. Þú leyfir þér að koma hægt og rólega tilbaka með því að opna augun. Og þegar þú opnar augun þá finnur þú að það er mikill léttir innan með þér, mikið veljan og friður og lækning.